Já, komið sæl og verið velkomin í FM 95 Bjö á þessum svona líka fallega þriðjudegi. Með mér í dag góðvinnur minn Kristján Sturla, velkomin. Takk fyrir það, kærlega. Hvað segir gott? Ég segi bara allt, mjög fínt, sko. Það ógeðslega gott veður úti. Já, virkilega gott. Það svolítið óvænt. Ég held að þetta ekki að vera fínt veður fyrir ná 50 Já, hvar þessi lægð þarna? Hún enda kom annars þar, já, ok. Já, hún kom aðeins helgina, sko. Það var rigning, ég var aðeins úti í rigningunni. Já. Það var mjög gott, sko. Já, ég var nefnilega að vera að bíða eftir, sko, þrumurum og eldingum og eitthvað svona. Já, við höfum rætt það hérna, sko, hversu gaman það væri að hafa þrumur og eldingar. Það svona kósí við þetta. Það alveg vanta. Já, á Ísland. Ísland. Á geta verið inni og svolítið svona sem að blikka og svona einhvern veginn, horfa á okkur á góða mynd eða eitthvað svona. Já, eða ef það rafmagnslaust þá hægt að kveikja á kertum og spila eða eitthvað svona. Já, nákvæmlega. Rafmagni fór af, eitthvað svona. Það hækka svona cozy faktorinn svona alveg 5 heila. Nákvæmlega, ég nefnilega sko væri alveg tilbúin að fá öfgafyllur, það mætti vera bæði heitar hérna og svo mætti líka vera svona sturlaðara veðurinn á milli. Já. Svona þá þjöppum okkur öll saman sko. Við höfum að vísu snjóstorma. Já, nákvæmlega. En samt ekki svona alvöru snjóstorma, ekki svona eitthvað hverfur inn í storminu eitthvað. Eitthvað svona sem að David Hasselhoff þarf að koma og bjarga fólki eitthvað svona. Já, aðeins, eitthvað svona. Við erum upp á fjöllum náttúrulega. En ef við tekið eftir, við byrjum alltaf að tala um veðrið. Við erum mjög uppteknar af veðrinu. Tvær gamlar konur á kaffistofu. Á ég að kíkja á hvernig veðrið í Bagdad er? Já. Það verið fastur liður á okkur að fara yfir veðrið í Bagdad og ég get sagt ykkur það, býttu þetta að opnast hérna hjá mér. Veðrið í Bagdad núna, það er sól. Það er sól? Já, það er 46. Ekki átti ég vona á því. Það er ekki. Það er 46 gráðu hiti í Bagdad og á næstu 4 daga verður 49 gráðu hiti. Aja. En á laugardaginn þá kemur pingu skýjaslæða. Já. Þú veist, það er fyrsta skipt sem það verður skýjað. Þannig ef einhver er á leiðinni til Bagdad núna þá veit hann að sko það er aðeins skýjað í Bagdad á laugardaginn en það er samt 48 gráðu hiti. Já. En það er líklegt að einhver muni taka fram grillið kannski og vera grilla í Bagdad. Já, nákvæmlega. Það þú þurfir að eiga grill? Ég nefnilega, sko ég held að þú getur án gríns bara mjög auðvitað svona hæg eldað steik á götunni eða skilur þú veist bara setur kannski álpappír á þú veist eða þú kannski býr einhverstaðar og hérna fer upp á þak þú veist þetta lið fer upp á þak og setur bara svona álpappír eða álbréf eins og ég vil kalla álpappír. Já, álbréf. Já, setur álbréf og setur steikinn hona og hún svona hæg eldast í sólinni, ég held að það sé geggjað. Já, svona hæg eldast steik á þaki. Já, hæg eldast, það er flottur réttur út að borða. Gaman að vera svona veitingastað sem myndi bara elda einhvern veginn matinn, þú veist, bara með umhverfinu. Já, en svo myndir þú panta hægælda steik og fá hana bara annað kvöld. Já, þú myndir alltaf að panta kannski matinn nokkur dögum áður. Já. Eins og svona við getum gert þetta til dæmis rúgbrauðið sem er alltaf verið að gera hérna í hverun, eða þess að hérna Hveragerði. Já, nákvæmlega. Við sett í hérna 6 vikur eða eitthvað. Já. Bara í svona heitri möl. Já, nákvæmlega. Og það er víst alveg. Hefur þú bakað rúgbrauð? Nei. Nei, en þú bakaði pönnukökur daginn og það eru góðar. Já, þú smakkaði hérna. Ég smakkaði, hún var mjög góð. Já, ég fekk reyndar smá gagnrýni og það hefði verið aðeins svo sæt, en... Nei, er það? Nei, ég meina, eiga pönnukökur ekki verið svona sætar. Man á ekki að borða mikið af þeim. Pönnukökur er eins og stelpur, það get ekki verið of sætar. En herru, það er svínfeitur þáttur hérna hjá okkur í dag. Við ætlum að fá til okkar Ólympíufarann og handknattleiks landslýsmanninn Ásgeir Örn Hallgrímsson og hrekkja, já, svona 1 eða 2 liðsfélag hans. Já. Taka smá hrekk, við spilum það hérna eftir, en þeir eru að fara út á morgun, það eru einhverjur Ólympíufarar farnir, sá að hérna Kári Steinn var að pósta myndum af Ólympíuþorpinu og svona matnum sem hann var að éta þarna eitthvað. Djúvill er þessi geggjað að fara á Ólympíuleikana. Já. Það er eitthvað sem þetta er eitthvað smára eftir. Já, það er náttúrulega, ég varst að við munum upplifa þetta. Já, að fara að keppa. Kannski ef þú gengur vel í hlaupinu hjá þér. Já, reyndar að menn toppa mjög seint í hlaupum, sko. Já. Þannig að, hérna, þú veist, menn er alveg að fara, þú veist, menn ná sínum besta tímastundum bara 35 ára, sko. Þannig að... Nú er það? Já. Þú veist, þetta er ekki eins og með fótboltann, sko, þar sem að svona, þú toppar kannski 28 ára, þú veist, og þá fyrir þetta svona hægt og rólega downhill. Já, ég skil ekki. Já, kannski, en ég er líka að tala um bara að fara kannski að horfa á. Já, nákvæmlega. Hvað myndir þú vilja sjá af þessum greinum á Ólympíuleikunum? Af öllum greinum bara sem eru? Öllum greinum. Þú vilja sjá dýfingar? Dýfingar? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Kannski bara...
spjótkast eitthvað, ég veit ekki. Ég veit ekki alveg, ég þræla að fá list yfir það, hvaða greinar þetta eru. Ég var reynda til í að sjá Kára, sko. Já, ég var auðvitað til að sjá íslenska allt, sko. Já, það er samt eitt sem ég hef pælt í með marathon, þú veist, fyrir áhörfenda, sko, þetta er 42,195 metra leið, þú veist, 42 kilometrar rúmir. Hérna, sko, svo bara plantar þér einhvers staðar og þú ert kannski búin að bíða í rúman klukkutíma og þá bara komaði framhjá og þú bara og þú sér ekki með það. Það reyma skóna þín eða eitthvað svona óvart og svo bara mistir á honum. Ég ætla aðeins að stökkva að pissa hérna og svo bara, þeir eru að farnir allir. Þeir eru farnir, því miður. Þá er nú skemmtilega kannski að sitja upp í stúku og horfa á svona hlaupa hring, sko. Já, reyndar. Já, ég veit það ekki. En svo náttúrulega verðum við til að sjá handboltalið keppa. Já, klálega. Allt þetta íslenska mitt. Ég var alveg til að sjá það allt, sko. Já. En er marathon, það er engin lýsandi þar? Það er ekki svona eitthvað, hann hleypur hér. Jú, sko. Og hann hleypur hér aðeins þar, eitthvað svona. Jú, það er pottitt lýsandi, en sko ég heldur sér meira að fara yfir þetta, sko, en náttúrulega frjálsíþrótta lýsirinn, Sigurbjörn, heitir hann held ég. Já. Hann er náttúrulega einn geggjaðasti sjónvarpsmaðurinn sem bara Íslendingar eiga, sko. Já. Sem er alltaf bara, já, þeir var og þú veist það er bara eitthvað, sko, hann er bara Ég hef ekki heyrt í honum, ég þarf að tjekka því. Hann er magnaður, sko, þú veist það er kannski bara 10.000 metra hlaup og hann er bara frá fyrstu sekundu og svo heldur hann tempóið bara endalaust og hann er svo trilltur, hann geti gert allt saman spennandi, bara gras að vaksa og þú væri bara að fá hjartastokk Og það vex hér, og það vex! Hann er geggjaður, sko. Mjög góður, ég er allavega spenntur fyrir þessu, ég ætla að horfa á alveg smá Ólympíuleikunum. Já, ég hugsi gera líka, ég ætla það að gera en svo byrja ég að horfa á, það er svona einhvern veginn Ég veit aldrei hvað ég að horfa á, ég enda alltaf bara með að horfa á Simpsons. En herru, það er feitur þáttur framöndan, við ætlum að fá fyrsta lag þáttarins. Þetta er fyrir þig. This is Love heitir það með will.i.am og Evu Simons hér í FM 957. Þið er alveg stöð FM 957 með Birni Braga og Kristjáni Sturlum og það er komið að slúðurpakkanum. Já. Ertu til í það? Ég er svo sannlega til. Þá erum við að fara að taka fróðuna í Hollywood fyrir og ég er hérna með sjóðheitt slúður beint frá, sko... Ég er allur. Já, bara leið og það gerist, þá berst það mér, sko. Tilbúin. Já. Herru, fyrsti mólinn, það er alltaf fréttir af Idolnu. Það er vona að hlustendur hafi gaman af American Idol, því annars er þetta lélegt slúður. Það er eins gott. Þú veist, já, ok, sama, hvort sem er, þá held ég þetta sé gott, af því að hérna, nú er Mariah Carey bara orðin dómari í American Idol. Er það orðið staðfest? Það er staðfest. Já. Það var eitthvað búið að vera að tala um eitthvað Charlie Sheen og eitthvað lið svona sem var nú samt meira svona óskhyggja held ég að fá hann, sko. En nú er Mariah Carey, hún hefur verið staðfest sem dómari, sko, sorry með mig, mér finnst það einn leiðilegasta popstjarna bara sögunar, sko. Já, ég reyna hérna muna hvaða lög hún syngur. Sko, eina lagi sem ég man eftir var hana endurgerða hana Can't live if living is without you sem hana einhver söng hana Can liba liba loud eitthvað hana Já, Ken Lee já. Já, nákvæmlega, en svo er náttúrulega hún gerst fullt af einhver svona poplögum og hún er náttúrulega alveg brjálæðislega vinsæl, sérstaklega í Bandaríkjunum en mér finnst hún bara hræðileg Ég er ekki spenntur fyrir að fá hana sem dómara Nei, heilla mig ekki, sko Nei Ég vil að fá Charlie Sheen eða eitthvað svona Já, svo náttúrulega, sko, Britney, hún er orðin, sko, dómari í X-Factor og það finnst mér öllu skemmtilegra, sko Já, hún er svona ólíkindatól Já, og menn eru mér að tala um núna hún er eftir að vera svona harður dómari, sko svona, að hún verði I don't like this Já, hún er að reykja í settinu og eitthvað svona Ekkert smáki Já, hún á að vera svona, þú veist, brjáluð og, þú veist, brjáluð Hún snóði sig bara Það er ekki að This is what I feel about this song snóði Já, það er allavega gott fyrir áhorfið Já Ekki spurning Ég myndi horfa á það Já, en allavega, hérna, hún verður hérna með Randy Jackson sem er alltaf búin að vera hérna síðan 1930 Hann er svona áttræður Hún er búin að vera hérna svo lengi Það var eftir að finna hver verður þriðjidómarinn og það verður spennandi að sjá Það mun allavega koma í slúðrunu þegar það gerist Herru, svo er það Alec Baldwin vinnur okkar Mínum uppáhaldsleikurum Já, ótrúlega skemmtilegu gamanleikari og fyrir þá sem kannast ekki Alec Baldwin þá er hann einn af aðalpersonum í 30 Rock og hefur leikið fullt af bíómyndum En hann sem sagt konan hans er að hvetja hann mjög svona mikið til þess að hætta á Twitter henni finnst hann vera svo glataður á Twitter Já, og ég veit nú ekki alveg hvað hann hefur verið að gera á Twitter, ég er ekkert að followa hann, sko, en... Getur maður ekki fundið það? Jú, það tekur alveg smá tíma að skrolla í gegnum það, sko. En allavega, hún er ekki sáttuð hann og segir honum að hætta á Twitter.
Ok. Þú ert ekki á Twitter, Kristján? Nei, ég skil bara ekki Twitter. Nei. Ég hef bara ekki alveg að setja mig inn í það, sko. Nei, einmitt. Það er kannski, Ég held að sé þannig með alla áðurinn byrja á Twitter, sko. En reyndar sko, íslenska Twitter svolítið fótboltamiðað bara. Það ekki? Jú. Það svolítið þannig, sko. En erlendis þetta alveg mjög vinsælt. Það allir á Twitter og bara tvíta allan andskotan. Já, Russell Crowe, hann var nú að twitta hérna góðan daginn. Já, twitta alveg hægri vinstri. Hann twittar til að gleyma. Herðu, svo það svolítið skemmtilegt. Hérna Brad Pitt á bróður, yngri bróður sem heitir Doug Pitt, sem alveg ógeðslega líkur honum. Þú getur flett honum upp. Prófa að googla hana, Doug Pitt. Og hann eitthvað að slá í gegn núna í einhverju farsíma auglýsingu. Fyrir fólk til þess að googla Doug Pitt. Já, Doug Pitt. Fyrir Virgin Mobile, hann að leika í einhverju auglýsingu. Og nú verið að gera eitthvað svona antúrastæmi í kringum hann. Þetta eitthvað svona publicity stunt, sko. Þetta einhverju auglýsingarherferð, sko. En þeir allavega búa til eitthvað svona fylgdarlið í kringum hann og fá einhverja 4 gæja til þess að láta degra við þá sem eitthvað celebrity, sko. En meðan bara svo fyndið að sjá hennan gæja, sko, þegar hann svo líkur Brad Pitt og svona ég velti fyrir mér hvernig það að vera litli bróður Brad Pitt. Það svolítið skrítið, hann ekki alveg eins myndalegur, Brad Pitt, samt. Nei, samt myndalegur. Já, samt myndalegur, já. Já, það eru góð geni í Pitt-ættinni. Algjörlega. Þau hafa ekki fallið í neitt forar Pitt. Nei. En þú veist, það svona bæði gaman og leiðilegt, sko, held ég að vera litli bróður Brad Pitt. Þú veist, við alltaf að nýta sér velgengnan, sko, en samt svona alltaf í skugga brósa, sko. Aldrei einhvern veginn, já, hann hlýtur samt að vera einhverjum allt öðrum geira en Brad Pitt. Já. Til að vera eitthvað svona í bara sjómaður eða. Já, nákvæmlega. En sko, hann alveg það líkur að menn getur ruglast að þeim. Þetta svolítið eins og Gunnar Helgason og bróður hans. Tvíburar. Já, akkurat. Man eins og þegar hann kom þegar ég var lítill, þá kom hann í stundin okkar og lék staðinn fyrir Gunnar Helgason. Já. Og maður held bara að það væri Gunnar. Nákvæmlega. En þeir eru líka tvíburar. Það er reyndar. Herru, þetta var slúðupakki dagsins. Hann var nú bara allt í lagi. Hann var svolítið stuttur samt. Já, hann var jafn langur. Við fórum bara svo hratt yfir hann. Já, ég skil. Það er svo mikið tempo hjá okkur. Herru, við höldum áfram hérna eftir örstuðskilaboð. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélögunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Jarðarberjakrossis. Ískaldur þeytingur á KFC. KFC. Svo gott! Let me show you some stuff. I'm retired. Just for old time's sake. Warner Bros. Kynir The Dark Knight Rises. I'm telling you, you're retired. I'm retired. Dark Knight Rises. Frumsýnd 25. júlí. Með Birni Brá og Kristjáni. Kristján, þú hefur löngum gefið út fyrir að vera mikill sérfræðingur í samskiptum kynjanna. Já, ég tók mastersprófið í Belgíu. Já, nákvæmlega. Nei, ég að grínast þér, en jú, ég ágætur svona samskiptum. Já, en ekki við hitkynnið. Nei, ég þori ekki að tala við stelpur. Nei, ok. Ég var sem sagt að lesa, sko, þú veist að þetta svona svo finnar svona kannanir, sko, og svona ráðleggingar sem maður finnur á þessum ýmsu síðum, sko. Þú veist, þetta svona síður sem maður kíkir á hérna fyrir þáttinn, sko, til þess að finna einhverja kannanir. Skemmtilega svona kannanir. Já, og hérna eitthvað búinn að taka saman, sko, bestu og verstu gjafir til þess að gefa makanum eða, þú veist, eða kærustunni eða kærastanum þegar að þið eigið sambandsamæli. Já, það getur komið sér vel. Já, nema, sko, ég ætla kannski að lesa þetta, en ég bara ekki alveg sammála þessu, sko. Besta gjöfin sem maður á að gefa sem sagt, í afmælisgjöf, sambandsamælisgjöf eitthvað ævintýri sem þið deilið saman og svo tekið dæmum til dæmis fallífastökk eða vínsmökkun. Vínsmökkun, er það ævintýri? Já, ég veit ekki, þú veist, þetta er kannski fyrir eitthvað aðeins eldra eða svona fullorðið fólk, sko, en Hvað segir við þurfum að smakka vín saman? Þvílíkt ævintýri. Já, ok, eitthvað ævintýri, það er enda kannski skemmtilegt, eitthvað svona, þú veist, ég meina að vera hægt að fara að kafa eða, þú veist, að skjóta byssu eða eitthvað, ég veit ekki hvað. Vist, ævintýri verður svolítið líka að fara bara upp á fjall, bara með, þú veist, bara með stóran hníf eða eitthvað og reipi og þú veist, veit ekki hvað gerist. Bara vera inn í myndinni Into the Wild, bara eitthvað. Já, kannski. Já, ég veit ekki, nei, ég er... Ok, þetta er fín hugmynd, þetta er satt að þessi besta gjöfin, sko. Númer 2, eitthvað til þess að minnast þess hvar þið kynntust, til dæmis fá ykkur drykk á barnum sem þið kynntust á eða eitthvað svoleiðis. Það er sniðugt. Já. Það er svona, hei, eitthvað. Já, manstu þegar við vorum hér, eitthvað svona. En svo getur það, ég menn, ok, ef þetta er til dæmis eitthvað, bara, fólki hittist á djamminu, þá náttúrulega þetta kannski bara eitthvað, við bara hittumst fyrst það í röðinni á Pizza Pronto. Já. Og svo bara eitthvað, elskan, nú hefur við 5 ára afmæli, ég ætla að bjóða þér eina slæsu, kíkja hérna í röðina á Pizza Pronto. En það væri hins vegar sniðugt ef
segjum sem svo að þið hefði hist á einhverjum stað, fyrsta stefnumótið eða eitthvað, og það var eitthvað lag, og það var eitthvað svona, og svo myndið þið fara kannski eftir 5 ár á sama stað, vera að borða, og svo kemur lagið, og hún myndi vita að hann hefði beðið lagið, sko. Og þá myndi það fara hann beðið um að gifta sér. Nei, svo myndi það beðið um að gifta sér. Já, svo myndi það beðið um að gifta sér. Það reynda mjög romantískt, sko. Hugmynd fyrir einhvern kannski. Ég myndi segja já við þig, Kristján, ef þú myndi gera þetta fyrir mig. Sömuleiðis. Hérna, og svo númer 3, eitthvað sem maður getur alltaf verið með, eins og til dæmis skartgripur. Þú veist, svona. Já. Það á að vera 3. besta gjöfin. Ég finnst rosalega erfitt að velja einhvern. Það mjög erfitt, sko. En þú veist, það líka bara, þú veist, ef það hefnast vel, þá það mjög gott, sko. En allavega, svo kemur sko verstu gjafirnar. Og mér finnst það ekkert eitthvað hræðilegar, sko. Þú veist, versta gjöfin á að vera sko eitthvað sem í raun og veru fyrir sjálfan þig, eins og til dæmis svona sexy undirföt. Það PlayStation 3. Já, þú veist, ok, já, það reyndar væri kannski slæmt þegar þú mútið gefinni bara nýja, fúst, FIFA 13 eða eitthvað. Eða, hérna skal við geta spilað saman. Eins og þegar Homer gaf Marge keilukúlu sem var að merkja sínu eigin nafni. Já, ok, það væri kannski slæmt, en allavega, þú veist, eins og sexy undirföt, ég meina, hafi ekki, ég veit ekki, ég myndi halda að margar konur hefði mjög gaman að fá það í gjöf frá manninum sem það elskar. Nákvæmlega. Númer 2, eitthvað sem bendir til þess að viðkomandi þurfið að taka sig á, eins og til dæmis kort í ræktina. Sko, samt slæmt að fá líka svo þetta kort í gjöf? Ekki finnst mér það. Nei, mér finnst það mjög gaman. Mér finnst þetta bara mjög fínt, bara takk. Já, nákvæmlega. Þú veist, og bara, já, ég veist, ekki nema að sé eitthvað verulega hörundsár. Já. En þú veist, já, ég veit ekki, ég meina, jú, ég veit að... Það er sem þú hefði alltaf tólkað þetta út, kannski með slæma sjálfsmynd. Já, ég veist, ef þetta er kort í fitusóg eða eitthvað, þá kannski myndi ég taka þessi illa, sko. Kort í fitumælingar. Já, nákvæmlega, þá... Eða svona fitumælingar klípa, sko það? Já. Gefinni þannig bara. Gefa svona klípu tæki, svona töng. Já, það held ég að vera óvinsælt. En kort í ræktina, við erum sáttu við það. Já, undir réttum formerkjum, sko. Já. Jafnvel að myndum bara, heyrðu, ég kefti fyrir okkur bæði eða eitthvað svona, ég veit ekki. Já, nákvæmlega. Já, til að gera saman. Þá ertu búin að samina hana ævintýrið og þetta. Já. Og númer 3, gjafabréf einhvers þar. Og svo segja þeir, ekkert segir, ég þekki þig ekki, jafnvel og gjafabréf. En, það svo hræðilegt? Mér finnst það ekki. Nei, ég meina... Mér finnst það skemmtilegast þegar ég fæ gjafabréf. Að geta komið inn eitthvað, ég ætla að fá þetta og þetta. Já, hvernig það borgaði? Heyrðu, ég með gjafabréf hérna. Sko, það náttúrulega svolítið ópersónulegt, sko. Já, kannski þetta er ekkert rómantísk gjöf. En ég enda, sko, mist skemmtilegasta gjöfin þegar það er búið að leggja eitthvað eitthvað pæling í það, sko. Og hún þarf ekki, það er ekkert alltaf gjafir sem kosti eitthvað, sko. Þú veist, heldur eitthvað svona. Já, sem er svona sérstaklega hannað fyrir þig. Þú veist, eitthvað svona, þú bara, já, þetta er hérna, þú veist, eitthvað svona úr æsku eða eitthvað svona sem þú hefur alltaf staðið fyrir. Svo vel. Já, nákvæmlega. Það er góð gjöf. En eins og gjafabréf sem er svona, þú veist, á hótel út á landið eitthvað. Já, það verður skemmtilegt. Ég myndi til þess að finnast það skemmtilegt. Mamma og pabbi gáðu mér jólagjöf, sko, svona bara innegnakort sem ég get keypt bara eitthvað hvar sem er, af því að þau vissu ekkert hvað þetta gefa mér. Og þú veist, ég meina, ég er náttúrulega þakkláttur fyrir alla gjafir, en þetta var ekkert eitthvað bara alveg persónulegt og ég mun ekkert eitthvað muna lengi eftir þessari gjöf, sko. Það sem ég finnst vanta, hins vegar, er hérna, fyrir fólk sem á allt, ef þessi myndin The Game. Já, ég hef séð hana. Mér finnst vanta svoleiðis. Bara, what do you give someone who doesn't have... Byrja aftur. What do you give someone who has everything? Já. Og það er bara eitthvað, The Game. Já. Og það var eina af mínum bara uppáhaldsmyndum. Já, sko, fólk ætti að tjekka á The Game, sko. Hún er rosalega. 15 ára gömul, eitthvað svoleiðis. Michael Douglas upp á sitt besta. Já, og Sean Penn. David Fincher í leikstílinni. Nákvæmlega, það gefur bróður hans svona já, við skulum ekki segja meira. Nei, það var reynda svolítið dramatískur leikur, en það væri hægt að útfæra þetta minni, hafa leikina minni, sko. Já. Það var kannski bara eitthvað svona, allt í nú ert þú bara heimaður og sloknar á tölvunni eitthvað og þá bankar einhver á hurðina og eitthvað, þú þarft að koma eitthvað strax, eitthvað svona. Já. Og svo væri þú bara á áfangastannum, bara eitthvað. Með haglabissu. Þú kom með eitthvað svona bissusstellingu. Nei, þú veist, ég ætla að halda blómvendi og stórum. Já, ok. En hérna, eitthvað, skilur, ég meina, þetta er hugmynd fyrir þetta er svolítið eins og steggjun sem við erum komin í núna. Það er búið að ruggla öllu saman. En þetta er allavega bestu og verstu gjafirnar til þess að gefa þegar maður á sambandsamæli. Já. Okkur líst vel á það, en við höldum áfram með góða tónlist hér í FM 957. Þetta er Lights með Ellie Goulding. Kristján, ég var að segja þér frá laginu Takata með Takkabró. Hérna áður en þátturinn byrjaði. Sem ég hef ekki heyrt. Sem þú hefur ekki heyrt. Og ég veit ekki, nú einhverju hlustundur heyrt það og eflaust einhverju ekki heyrt það. Heitir það Takata, Takata? Það heitir Takata, bera í einu orði. Og hérna, þetta er sko fyndið lag. Takata?
Já, það heitir Taka þetta. Þetta er Taka þetta með Taka Bro og þetta er fyndnasta lag sem ég hef heyrt og þetta er búið að vera í spilun og þetta er orðið ógeðslega vinsælt allan heim og þú náttúrulega ert ekki bara gestastjórnandi, þú ert tónlistarmaður og mikill tónsnillingur, þannig að ég ætla bara leyfa þér og öðrum hlustendum að heyra þetta frábæra lag og mér langar ég er svo spenntur að heyra hvað þér finnst þetta. Já, þetta er svona, skal hlusta. Þetta er í miklu uppbóldi á mér þessar myndir. Ég er mjög spenntur. Tilbúin í það? Ég er tilbúin. Já. Jæja, Kristján, þetta er Taka þetta. Þetta var nú bara svona upplifun þessi. Það er rosalegt lag. Það finnst þér ekki? Jú, ég samt hugsaði stanslust Taka þetta allan tíman. Taka þetta. Taka þetta. Það er bótið einhver sem þýða þetta yfir íslensku verið eitthvað. Núna skal ég taka þetta. Já, Sim og Jói. Já, Sim og Jói, já. Þeir taka þetta. Í kjölfar á Mósagrinu. Já. Hérna, þetta er allavega ítalslag sem er að gera mjög gott í dag. Já, þetta er svona, kemur manni í... Þetta kemur manni í ákveðin feeling. Ákveðin feeling, já. Þetta minnir mig á hérna... ég man ekki hvað lag. Þetta minnir mig á smá, þannig. Já. Eitthvað. Var það ekki Ég kann alltaf enga lagateksta. Nei, ekki heldur. Ég var að reyna að finna hvað Taka þetta þýðir, en ég fann það ekki. Já. Kannski eitthvað árið sem þið byggum til bara. Já, eflaust. En við ætlum að fá örstuð skilaboð og höldum áfram innan skams. Upplifðu Íslands öðruvísi í sumar. Bókaðu þitt sumarandri strax á rafting.is. Arctic Rafting. Ertu á leið í útilegu? Þú getur haft samband við Já 118 og við hjálpum þér að finna tjaldsvæði. Já er svarið. Ekki kaupa bók, keyptu bókasafn. iPad, Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Fagnaðu hverjum sigri með ísköldu og svalandi Coca-Cola. Fyrsti vinningur gæti orðið 1 milljarður króna. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. FM 95 blö. Á FM 95. Á FM 95 með Birni Braga og Kristjáni Sturlu. Og Kristján, nú er orðið ljóst að nýja Batman-myndin, The Dark Knight Rises, er stærsta kvikmyndaopnun á mynd sem er ekki í þrívídd frá upphafi. Skildirðu það? Já, ég held ég að skilja það og mér finnst það mjög ánægilega fréttir. Já, sem sagt, stærsta, svona, þú veist, söluhæsta mynd, fattaru, eða svona aðsóknarmesta heitir það víst. Allra tíma er, The Avengers, sýnist mér. Já, fyrsta vika, fattaru. Og Harry Potter and the Deathly Hallows er í öðru seti. Hvort er verið að tala þú veist, aðsókn eða peninga, því að þú veist, það er dýrar í miðinni, ég vilt á 3D myndir. Já, meinar. Það er allavega, þeir segja bara svo sem að þénar mest, fattaru. Já. Þannig að, ég veit ekki. Já. En allavega, þetta er allavega, þessar myndir eru báðir í þrívídd og Batman kemur beint á eftir þeim tveimur, fattaru. En Batman er stærsta myndi sem er ekki þrívídd. Og þetta er fagnaðarefni, eða hvað? Jó, mikið fagnaðarefni fyrir okkur Batman aðdáendur. Þú ert formaður Batman áhuga klúbsins? Já, við erum með fund á eftir. En ég líka sá hann daginn. Já. Og því meira sem ég er búinn að hugsa hana, því betri eiginlega finnst mér hún. Já. Þannig að ég er eiginlega... Að hvaða leyti? Þú veist, aftur vil ég ekki fara að tala eitthvað mikið hana, en bara... Þú tala smá hana núna? Já, bara svona, þú veist, ég er bara að raða saman púslum í hausnum á mér. Já. Myndina, Að þú ert búinn að missa veitið? Ég er búinn að missa veitið. Já. Og og ég ætla að fara að sjá hana aftur. Já.
og þá held ég hún verði bara enda betri, sko. Það samt, sko, mér fannst þessi mynd mjög skemmtileg og það verður ekkert af henni tekið, en ég nenni ekki að horfa á myndir tvisvar, sko. Ég svolítið geðbilaður að því leiti að ég get horft á myndir bara aftur og aftur ef ég fíla það, sko. Þetta að hafa gott endur áhorfsgildi. Já. Eins og til dæmis myndir eins og Star Wars. Já. Og ég veit að ég nörd. Og það til dæmis get ég horft á aftur og aftur. Hvað heldur að við séð Star Wars oft? Ég veit ekki. Gömlu myndirnar, sko. Já. Ég vel ekki til að nýju myndirnar þá. Nei. En það eru örugglega leipur á einhverjum Tugum ef ekki 100. Nei, ekki 100 sinnum. Ef við reiknum það kannski frá því ég var allavega ég var svona 5 ára þegar ég byrjaði að horfa á þetta. Já. Og þá, sko, ákveðnum tímabili horfði ég kannski á 4-5 sinnum á ári. Já. Jafnvel oftar. Já. Svo í dag horfði ég kannski á 1 sinni til 2 ári. Jesús. En hvenar þá, þegar þú ert búin að sjá mynd 50 sinnum kannski? Já. Líður þér það þannig, heyrðu, ég væri nú til að horfa á henni einu sinni enn núna? Já, það er svolítið svona... aldrei komið gott? Nei, þetta er bara eins og að hitta gamlan vin, skilur við. Hitta vinina. Já. Spjalla hans við þá. Þú átt ekki mikið alvöruvinum, eða ekki? Einu vinir mínir eru bíómyndir. Nei, þú veist, ég til dæmis þannig sem, aftur svolítið geðbila með það að kannski einhver atriði, skilur við, eitthvað lokaatriði eða eitthvað. Já. Og mér finnst ég verða að horfa á alla myndina til þess að geta upplifa atriði aftur, skilju. Ég get ekki bara að fara á YouTube og fyndi atriði, skilju. Nei, ég skilji. Það er svona, mér finnst það ekki, þú veist, mér finnst það hvað sem er svindl að gera. Já. Eins og þú veist, maður á sig svona uppáhalds atriði og uppáhalds moment í bíómyndum, sko. Já. Þessi mynd, þú veist, Star Wars, Indiana Jones og þessar myndir, sko. Það er allt nördamyndir. Já, svo er líka, þú veist, eins og Casino. Já. Með Robert De Niro hérna. Já. Og félög, og hún er til dæmis mynd sem ég horf oft, Cape 4 hérna með Robert De Niro líka. Já. Hvaða fleiri myndir? Sko, ég nefnilega, þú veist, ég mann þegar ég var lítill og maður, sko, var bara að horfa á spólur. Batman myndir það náttúrulega, já. Já, þú veist, þegar maður horfa á spólur, þá bara átti maður einhverja nokkra myndir sem það var tekið upp eða eitthvað líka, sko. Og maður horfði bara á þær, skilur, en ég meina í dag, ég nenni ekki að horfa myndir tvisvar, sko. Já, það er samt, sko, það er svolítið önnur upplifun, sko. Já. Ég skil alveg að fólk nennir í. Ég mæli með því að fólk horfi nokkur svona á sömu myndirnar. En það er samt svona að gefa í smá tíma og svona. En ég held að ég sé ekkert einn með þetta. Ég held að séu alveg fleira fólk, sko, sem gerir þetta, en auðvitað er þetta við skeið. Það er bara þannig. Já, ég er ekkert að gera lítið úr þessu, ég er bara að segja, ég skil þetta ekki. Ég skil þetta ekki, Kristján, en ég virði þig. Já, takk fyrir það. En það er ég ekkert endilega að fara fram og að fá skilning, sko. Nei, þú ert ekki komin einhvern til þess að njóta skilnings. Nei, ég er komin einhvern til þess að vekja upp spurningar. Já, og það er allt sem ég vil gera. Herru, næsta lag. Þetta er afmælisbarn dagsins, Jennifer Lopez. Hvað er hún sé gömul? Hún er 50. Nei. Hún er 43 ára. 43, já. Til hamingju J.Lo. Til hamingju. Þetta er afmælisbarn dagsins, Jennifer Lopez, sem er 43 ára. Til hamingju J.Lo. Til hamingju. Til hamingju J.Lo. Manstu eftir hérna... Já. Nei, skilur maður. Jú, ég ætlaði að segja Hard Rock staðnum. Hérna á Íslandi? Já, þetta. Þegar þá kom alltaf svona lag, eða þú veist, þetta er endur alveg svo á Fabrikunni, ég hugsaði svona hætti ég, en þetta var svona svolítið skemmt, þetta var alltaf til hamingju með það frá Hard Rock Café, eitthvað svona. Já, sem að spila hennar staðnum, ef einhver átti afmæli. Já, nákvæmlega. En skemmtileg saga. Fabrikan er svolítið nútíma Hard Rock. Já, hún er það. Fabrikan er góð. Hún er það. Herðu, þetta er hún það. Talandi samskipti í kynjana, Kristján. Já. Ég ætla nú að nýta þig svona, þú veist, þú ert búin að stúdera þetta í Belgíu. Jú. Í Brussel. Í Brussel í Belgíu. Það sem þú ert við nám í samskiptum kynjana. Samskiptum kynjana núna, mastersnám. Já, þá hérna var ég að sjá könnun. Já, þú veist, ég veit ekkert hvort þetta er könnun eða hvað í andskotanum þetta er, skilur. En allavega, þar segir að þegar strákur og stelpa eru vinir, sem sagt fólk af sitt hvoru kyninu eru vinir, þá er mun líklegra að það sé strákurinn sem hrífst af stelpunni heldur en stelpan sem hrífst af stráknum, fattar við, þegar vináttur er að ræða. Og að strákurinn sé þá með ranghugmyndir að, þú veist, og henni líði eins að þetta sé svona, þeir þykist hafa fundið það út í einhverjum könnunum. Friendzone svo kallega. Já, nákvæmlega. Þetta er mjög algengt vandamál. Já, og sko, þú veist, að þegar það er par, fattaru, og svo eignast stelpan karlkyns vin, skilurum, að þá á sem sagt kærastinn hennar ekkert að þurfa miklar áhyggjur, en ef þetta hins vegar er öfugt, fattaru, þá þarf hann heldur betur að hafa áhyggjur, sko. Þetta er svolítið, sem ég segja, þú komin inn í friendzone
sér að það komast út aftur. Já, ertu að meina þegar strákur byrjar að tala stelpu, eða öfugt, og þau verða vinir, að þá sé erfitt að það verði að einhverju öðru en vináttum. Já. Já, friendzonið. Og strákurinn heldur áfram og verið að byrja kannski mörg ár. Að jafna sig. Stendur í þeirri trú að hún muni einhvern daginn átta sig. Já, nákvæmlega. Þetta er margar sorglega sögur. Mjög sorglega. En margar fallega sögur líka, það sem bara vináttan hefur tekið sér upp og þetta. En hvað getur fólk gert til þess að varast þetta, Kristján? Fólk getur auðvitað bara ákveðið það ég veit ekki. En svo eru til þessar típur, sko, og sem að við þekkjum nú til, menn sem að, eða strákar sem að, sko, eru bara einhvern veginn þannig að þeir verða bara vinir stelpna. Þú veist? Já. Og það gerist ekkert annað, fattar þú veist, það er bara, og maður svona áttar sig ekki alveg á því hvers vegna það er. En vilt þú meina að strákur og stelpur geta ekki verið bara genuinely vinir? Alls ekki, það var alls ekki það sem ég var að segja. Ég var bara að segja, þú veist, ef að strákur er hrifinn af stelpu, að þá svona... Já, meina hann verði alltaf sjálfkrafa vinurinn bara? Nei, þú veist, já, ég er að meina bara það, þú veist, þá kannski þarf hann að passa sig að stelpan átti sig á því að hann er að reyna þarna. Ég veit ekki alveg hvað ég er að meina þarna. Já, það verður svona góður strákur og... Ekki vera ofgóður, svona. Nei, ekki vera það er svona hálum ís en hérna... Nei, þetta er svona þetta sem maður fær, sko... Já, hefur þú fengið svona... Já, ég vil bara við séum vinir. Sko, ég hef ekkert átt svo margar stelpu vinkonur. Nei. Ekki margar, sko. Ég hef átt nokkrar. Já. Og þú veist, það hefur gengið bara fínt. Já. Það var orðið árekstrar. Það sem að þú ert bara eitthvað, ég elska þig, og það eru bara eitthvað, nei, ég lít bara á þessum vín. Ég verð að segja þér. Veistu, ég verð að segja. Við erum bara vínir. Nei, en þetta er kannski... Ég vil ekki að vinna. Nei, ég bara heilt svona sögur, sko. Já, nákvæmlega. Þetta hefur gerst og þetta er held ég algengt að gerist, sko. Þetta er mjög svona, þetta er vandamál sem ég held að mæti að taka þetta upp í bara skólum. Já, það er erfitt að vera til stundum. En það er líka gaman. En ég segi, þú veist, já, vináttan er mjög mikilvæg og að eiga góða stelpuvinkonu eða strákan, það er mjög gott. Já, þú veist hvaða skip það er sem að sekkur aldrei. Hvaða skip geti það verið? Það er the friendship. Now, usually I don't do this, but go ahead on, break them off with a little previews of the remix. Now, I'm not... FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. FM 957 með Birni Braga og Kristjáni Sturlu til klukkan 6. Á ég að vera FM-legri í útvarpinu. Hvað er FM? Finnst þér að vera FM-legri í útvarpinu? FM-legri? Það er svona þú sem er, já, komið sæl, ég er að já. Sko, er ekki gaman FM-típan, er hún ekki dauð? Jó, reyndar, það er ekkert svona lengur. Nei, þeir eru eðlilegri í dag en þeir voru fyrir svona 10 árum, sko. Já, þeir eru eðlilegri strákar. Og sko, og þeir eru allir góðir strákar. Þeir eru búin að kynast þeim. Það var mjög fínir strákar. Þeir eru allt öðru sem venjulega en þeir eru í útvarpinu svona. Já, sko, nei, fólk sem heyrir á bara kynna lögin, sko. Nú er það að tala um þetta eins og þetta séu bara einhverjir vélmenni. Þú veist, þá er þetta bara eitthvað, já, þeir eru bara hér á FM. Ég er veskur, ég er á FM. Allt svona upp og niður svolítið svona. Já, en þeir eru eðlilegri í eigin personu. Nema Yngvi. Hann er alltaf hress. Hann er alltaf hress, já. En herru, Kristján, þú eyðir mestum þínum tíma á Facebook. Þú lýst því yfir. Nei, ég samt ekki, ég er ekki mikið Facebook. Nei, ég var bara svona að testa þig. En þú ert ekki mikið á Facebook? Jú, ég er bara svona, ég myndi segja að ég væri svona meðal bara mikið. Hvað heldur þú að fara ofta á Facebook á dag? Ég fer, svona 10 sinnum. Ok, 10 sinnum á dag? Nei, ég veit ekki, hvað á maður til að, hvert skipt sem ég logga mig inn? Það er frekar mikið að logga sinn 10 sinnum. Nei, þú veist, ég er oft kannski bara með Facebook opið og er að gera eitthvað annað. Já, það er allt annað. En ég nefnilega var að skoða könnun. En þú? Ég logga mig inn svona 3 svar, kannski. Já, erst svo loggaður inn á daginn, kannski? Nei, ég segi það nú ekki alveg. Nei. En ég er svona, já, af því að ég var nefnilega ástæðan fyrir að byrja að tala um þetta, svo ég var að skoða könnun. Og menn svona virðast, allavega erlendis í Bandaríkjunum, að trúa því að svona halda að Facebook muni verða svona minna vinsælt með tímanum. Já, það? Já, þú veist að það mun ekki halda áfram að svona stækka svona mikið, sko. Og 52% þeirra sem voru spurðir segjast halda að þeir muni nota Facebook minna á næsta ári heldur en á þessu ári. En bara 12% halda að þeir muni nota meira. Ég er samt, mér er svona könnun og að skrítið, sko. Já. Þú veist að
maður segir potið, ég held nú að ég nota það minna, en svo kemur bara eitthvað nýtt og þú notar það bara meira. Já, þetta meina maður segir bara svona það eins og maður vill að þetta sé, en ekki eins og þetta verður raun og veru. Kannski þetta verður raun og veru. Nei, einmitt. Þetta er svona eins og þegar fólk er spurt, skilur, hefur þú lesið mikið af bókum eða eitthvað svona? Og það bara, já, ég les mikið. Eitthvað svona að þið vill láta lítið út fyrir að sé rosalega svona. Jú, ég les bækur og hverjum. Horfa alltaf á fréttunar í mjög vel upplýstur. Eitthvað svona. Já, maður segir það sem maður finnst maður ætti að vera, sko. Já, nákvæmlega. En þú veist, Facebook, ég meina, þetta er rosa mikið partur af heiminum einhvern veginn. Já, svo eru fleiri tölur hérna. 37% þeirra sem voru spurðir segjast alveg hættir að kíkja á Facebook. Og 33% segjast kíkja nokkur svona á dag, 20% einu sinni til tvisvar, en 10% segjast vera stöðugt á Facebook. Það er semst 1 af hverju 10 er bara viðstöðulaust á Facebook. En hvað er aldurspilið þarna? Ég reyndar veit ekki, ég held að það sé bara fólk á öllum aldri, sko. Já, af því að þú veist að ég held að það sé mjög misjafnt eftir aldri, sko. Já, og 3 af hverjum 4 telja að einhver annar samfélagsmiðill muni taka fram úr Facebook. Þú veist, Twitter? MySpace. MySpace aftur? Já. Nei, er það ekki dögt? Jú, en hvað var þetta Google Plus þarna? Ég veit ekki, átti það ekki, þú veist, það bara fór alveg fram hjá mér. Ég fæði stundum á einhverjum fjarskildum frænda, eitthvað John kannski. John frændi, í Winnipeg. Bara eitthvað svona Jóhann Jóhannsson eða eitthvað, þess bara attitude Google Plus. Já, það er eitthvað svona sem er að miskilja þetta alveg, sko. En hvaða samfélagsmiðla notar þú? Ég nota Facebook. Já. Ekki Twitter? Ekki Twitter, nei. En þú notar Instagram? Ég nota Instagram, já. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Mér líka, mér finnst það mjög skemmtilegt. Ég reyna að velja svona mómentin svona rétt, sko. Já. Maður vill ekki vera alltaf. En ég veit að sem ég gera það allt í lagi. Já. En, þú veist, ég er ekki mikið... En er það allt í lagi að posta 10 myndum á dag? Er það ekki spam? Það er náttúrulega ekki allir það, sko. Nei. Þá bara, þú veist, það er bara vest fyrir þig, skilur, því að þá hver mynd fær þá minna vægi, sko. Já, sumir virðast, sko, nota Instagram eins og þeir séu bara að taka myndir til þess að eiga í myndasafni, sko. En er ekki að pæli því að það er allir að fara að sjá þetta og maður þarf kannski að velja mómentin aðeins sparlega. Mér finnst það að þurfa að vera eitthvað svona sérstætt, sko. Eitthvað sem hefur aðeins meira, þú veist, ef mín lífið sé svona bein lína, sem það er náttúrulega ekki, en það sé svona einhvern veginn bara hversta í leikinn, skilur við. Já. Svo er eitthvað sem fer aðeins fyrir ofan, eitthvað sem er svona aðeins öðruvísi. Já. Þá kannski kemur Instagramin. Já. En ekki bara eitthvað svona mynd af world class eða eitthvað ég er að færa ræktina. Eitthvað, það er einhvern veginn bara svona... Já. Þú er engan áhuga á því. Ertu mikið að unfollowa fólk á Instagram? Nei, er það hægt? Það er hægt, sko, og þú getur líka að sé það hverju unfollowa þig. Getur maður að sé það? Já. Tjekka því. Nei, ég ætla ekki að segja hvernig þú gerir það. Herðu, hérna rétt á eftir kemur Ólympíufarinn og handbolta landslýsmaðurinn Ásgeir Örn Hallgrímsson og þá spilum við líka fyrir ykkur skemmtilega hrekki sem við tókum á 2 liðsfélaga hans hérna fyrir þáttinn. Annar reyndar... Gekk svona misvel. Já, sá við okkur. Skemmtilegt. En hinn var öllu betri, en fyrst fá við... Þú stolti fyrir að fara í ræktina. Já, ég reyna að fara reglulega. Og ég fyrir stundum líka. Og ég er hérna með 10 hluti sem er bannað að gera í ræktinni. En þetta er reyndar ekki ég sem að skrifa það á, sko. Þetta er komið frá öðrum. Þetta er áhugavert. Já, ég ætla að bera þetta undir þig og ég vil að þú segir hlustundum hvort að þetta er rétt eða hvað þið finnst um þetta. Ok. Fyrsta lagi að bannað í ræktinni að tala í farsímann. Á ég segja hvort mér finnst það í lagi? Já. Nei, veistu það, mér finnst það stundum í lagi og stundum ekki. Já, hvenær er í lagi? Mér stundum menn tala alltaf hátt, sko. Já. Mér það er lagi það kannski, þú veist, og mér finnst það stundum trublandi ef ég kannski er að lyfta og það einhver byrjar að tala og er mér svona þráðlaust og maður hættur hann sér að tala við sig. Já. Og þú veist, já, mér finnst það samt ekki banna, mér finnst það svona allt í lagi, sko. Mér finnst bara, þú veist, ef þetta er ekki eitthvað ógeðslega mikilvægt, ef þetta er ekki bara kona þín er eignast barn, sko, þá áttu bara að geyma símann inn í klefa, sko. En það sem ég finnst kannski mest pirrandi er svona menn sem kannski tala rosalega hátt og labba svona allt gimmið einhvern veginn og er ekkert að lyfta, maður bara byrju, ákveður þetta ekki bara á skrifstofunni þinni eða eitthvað. Það er ekki, já, ég meina það voru bara að kýla þetta í gegn, ég meina þið er ekkert annað, eitthvað svona labba fram. Ganga frá einhverjum samningum. Svo er örugglega enginn á línunni, þeir eru bara svona að reyna að halda upp einhver típu. Já. Herru, númer 2, þurrka ekki af tækjunum eftir notkun. Það finnst mér eiga að vera regla. Nú ertu reiður. Ég mjög oft sem ég kem að tæki og það er sveitt og það er svona svita pollur á tækinu. Já. Nú ég veit að það eru einhverjum, ef við erum á kannski einhverju líkamsrættastöðu núna. Já. Það er svolítið gaman. Já. Halló líkamsrættastöðu. Þá hérna, að það er þessi pollur sem er, sko. Ég bara... Vil ég þurrka pollin sem er þarna? Vil ég þurrka þessa polla? Já. Og það er ógeðslegt að leggjast í einhvern svita poll af öðrum. Til þess eru handklæðin hana, til þess að þurrka.
Ég meina eins og erlendir sums staðar, þú veist eins og í Danmörku ef ég fer í líkamsrækt og það er bara skylda að vera með handklæði til þess að þurrka. Já. Þú veist, og það er ekkert galin regla, sko. Herðu, númer 3, að vera endalaust lengi í sama tækinu. Og svo stendur hérna að segja, farðu á bar eða úr bara mættu til að tala. Já, ég er alveg sammála því að stundum reyndar maður að taka eitthvað tæki og maður situr í því svona á meðan og hvað það ekki, datta aðeins út um það, varst að gera eitthvað. Hleypa hérna áskýrðum. Já, það er svona, en þá á fólk að geta koma og sagt, heyrðu, má ég taka eitt hérna á milli, einhverju lýs. Þú ert að hleypa hérna Ólympíufaranum inn, svo hann getur komið inn til okkar eftir, Ásgeir Örn Hallgrímsson. Númer 4 í 10 hlutum sem bannað að gera í ræktinni, það er, sko, ég veit ekki alveg með þennan lið, óviðeigandi fatnaður, eitthvað sem allt of þröngt eða efnislítið. Þá ertu að bjóða fólki að stara á þig. Hvað hættun heim? Ég er sko ekki sammála þessu. Í fyrsta lagi er þægilegt að vera mjög léttklæddur. Þú veist, þá er ekki að tala um nakin, skilur, en ef þú ert að svitna og púla, skilur, þá viltu vera, þú vilt ekki vera einhver peysu. Nei, en það má ekki vera að bera ofan. Nei, það má ekki vera. Af hverju má það ekki? Sumstaðar má það. Má það sumstaðar? Það má ekki world class. En eitt samt í þessu, mér finnst mjög óþægilegt þegar ég sé sérstaklega kallmenn, nú er þetta bara mín skoðun, þegar þeir eru í svo stuttum stuttbuxum og eru svona síðum ból sem kemur yfir stuttbuxurnar, þannig að maður held það eins og það sé ekki buxum. Já, ég sá einu svona gauður í spýtóskíl og leppurréttinu í lögum. Ásgeir, viltu ekki bara joina þessar samræður? Jú, endilega. Þú er á því hérna headphone. Þetta er Ásgeir Örn Hallgrímsson, landsliðsmaður í handknattleik sem er kominn hérna. Velkomin. Takk að ég fyrir. Við erum að tala um sko 10 hluti sem bannað að gera í ræktinni og þú ert nú búinn að æfa íþróttir allt þitt líf. Og mætt í ræktina oftar en einu sinni. Þannig að þú getur kannski svona joina okkur í þessu samræðu. Herru, lið nummer 5, það bannað að vera með stunur og óviðeigandi hljóð, sem sagt svona, þú veist, of mikið öskur. Já, það fyrir eftir, mér finnst alltaf að menna eitthvað svona, þú veist, taka svona eitthvað, en ef það er eitthvað svona skrítin hljóð, eitthvað svona, eða þú veist, svona eitthvað svona skrítnar stunur eitthvað, það er náttúrulega svolítið skrítið. En öskurinn geta hjálpa manni? Já, mér finnst öskur alltaf í lagi, mér finnst alltaf gaman að það menn öskrar. En fer það ekki líka bara dálítið eftir hversu þungt þú ert að lyfta? Jú. Það er ekkert sérstaklega töff að vera stynjandi og vera svo bara með eitthvað svona megin, sko. Já, en ef þú ert að detta einhverjum 200 kílóum, þá kannski máttu eitthvað svona, en það er kannski verra að það er, eitthvað svona sem bara skrít og allir bara svona eitthvað Þetta var bara, einmitt. Herru, allt til. Númer 6, að mæta með börnin í ræktina og leyfa þeim að prófa tækin, það býður upp á slys. Já, það er nú bara, mér finnst það nú bara að segja sér sjálft. Já, er ekki nú flestum stöðum? Prófaði haldi hérna prófaði bekkin, sem 10 kíló bara, og svo eitthvað svona, ég bara, eitthvað svona. Hjálp! Já, ég veit ekki hvort þú voru að tala um backpressuna, en þú veist, allavega. Já, backpress, já. Að anga af rakspýra eða ylvatni, það finnst öllum í gring það að vera ógeðslegt. Ég hef orðið sammála þessu. Já. En þú, Kristján? Betra að anga rakspýra heldur en svita lykt. Þarna vantar nefnilega þann punkt, sko, að þrífa bólinn, sko, milli. Já, er það ekki bara anga af einhverju sterkri lykt? Ég hef nú orðið vitni að því að menn sé að spreyja svolítið á sér rakspýra áður en þið fara upp, sko. Það finnst mér mjög skrítið, sko. En er þetta ekki bara svona cover, skilur, þú ert í gömlu leikúmistótinu, skilur, og svo bara spreyjar yfir það? Sko, að vera í gömlu leikúmistóti og spreyja rakspýra ofan á það býður upp á... Það býður hættunni heim. Ekkert verst, bara lyktandi mann sem ég veit sko. Herðu, að mæta veikur í ræktina er bannað, ef þú ert með kvef átt ekki að smita allir kringu þig út að vera heima. En stundum, sko, þetta er líka, menn nota oft þetta sem afsökun, ég er eitthvað slappur, ég kemst ekki í ræktina. Ég veit ekki um þetta. Ef menn eru með smitsjúkdóm... Já. Hvað, bara eitthvað contagion dæmi? Nei, þú veist, ef menn eru að hósta mikið í hendurnar og eru hérna... Mér finnst kannski vantar reyndar ofta á líkamsrættastöðar. Ég er reyndar svolítið svona Síklarhættur? Já. Það mætti vera svona hérna á tilmælinu til þeirra sem eru með líkamsrættastöðar. Að vera með svona hérna sóthreinsi svona froðu. Reyndar er world class það sem ég fer með hannig. Það mætti vera inn í salnum kannski. Það er ekki nógu hart. Hvað segir þú, Ásgeir? Já, ég sammála þessu. Reyndar það sem ég lyfti erlendis, Þýskaland, þar er svona sótt svona spritdæmi, sko. Og menn nota það mjög grimmt, sko. Já, er það? Já, þú sér það. En laugar er reynda með svona og ég er mjög ánægð með það. En það er ekki mjög kallmannlegt að vera hræddur við sýkla? Jú, það er bara mjög skynsamt. Ok. Eða sko, það er alveg önnur umræða, sko. Ég er ekkert eitthvað hræddur við sýkla, ég er bara svona, maður er búinn að vera í ræktinni að taka utan um mörg mismunandi haldföng. Það var gott að þrýfa sér hendunar á hann og fyrir að fá sér franskar eða eitthvað. Ekki það ég fá mig franskar eftir rættina.
Mér er svo fyndið þessi fólki verið að reykja fyrir utan ræktina eftir að hafa verið í ræktinni. Ég skil það ekki, ég finnst það mjög sérstakt. Mér líka. Fara allan eitthvað í burtu, sko. Fela sig einhvers staðar og reykja. Herrið að lokum að þrykkja lóðunum í gólfið. Ef lóðin eru þung fyrir þig, þá þarftu að minnka stærð Arnold stendur. Já, ég er nú eiginlega sammála þessu, sko. Já. Er það ekki, Ásgeir? Mér finnst það töff að þruma þetta. Já, mér finnst það reyndar að... Mér finnst öskra og þruma svona eitthvað svona... Það svona, hann er örugglega að taka þungt þessi. Aftur komum við að því, ef að lóðin þurfa að vera ákveðið þung til þess að menn megi þetta. Já, menn þurfa að vera ákveðið, komið í ákveðið. Kasta einhverju 2 kíló handlóði bara í speilin. Nei. Það þurfa að vera það, þú veist, alveg yfir 100. Það er ofta að menn er að taka hérna, hvað er það, deadlift eða hérna upp, axlapressu svona upp einhvern veginn. Já. Dúndrunni síðan svona í gólfi eftir. Já, nákvæmlega. Það er alveg, hefur ákveðin cool faktor. Þetta líka verið með, sko, þú varst að tala speedoskíluna, skilur. Já. Þú mátt ekki öskra og þruma lóðunum í gólfi í speedoskílunni, sko. Nei, nákvæmlega. Basically, ef þú ert í speedoskílu, ángandar og akspýra með 2 kíló lóð, að gera eitthvað og svo droppar lóðunum, það átti ekki heima hæg. Þetta var einhvers veginn gang. Mér finnst reyndar að ef maður er í speedoskílu þá meðir maður allt saman. Það er reyndar önnur hlið á þessu sem mér finnst alveg vera á valit. En Ásgeir, erst þú búinn að lyfta í dag? Já, ég er búinn að lyfta í dag, bara í morgun. Hvað fórstu að gera? Ég lyfti á Evribúk í morgun. Já, ok. Þú ert náttúrulega nautsterkur. Nautsterkur, já. Nákvæmlega. Herðu, við ætlum að koma betur að þér hérna innan skans, en fyrst ætlum við að fá Östuð skilafóð. Tónlist.is gamanferðir Vá Air og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráði í pröfu á skrift á tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Mjög einfalt og engar skuldbindingar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. Þjóðhátíðarleikur Wilsons Pizza. Taktu myndaðinn með Wilsons Pizza og postaðinn á Wilsons appið á Facebook og þú gæti verið á leiðin á þjóðhátíð með 3 bestu vinuðinum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. Hvað er uppáhaldslagið? Uppáhaldslagið? Já, íslenskt. Ég er að gera svona playlist á tónlist.is. Svo við höfum einhverja músík við varðeldin, maður. Ætlaði þessi ekki bara... Ekki með Bó. Ekki með Bó? Akkur ekki? Hann er kóngur. Hann er tvímálalaust einn besti söngvari landsins. Ef ekki bara Skandinavíu. Jafnvel Evrópu. Svona, róleg, ég er bara að grilla í þig. Komdu með Bó. Hvað er uppáhaldslagið þitt með Bó? 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Let me show you some stuff. I'm retired. Just for old time's sake. Warner Bros. Kynir The Dark Knight Rises. I'm telling you, you're retired. I'm retired. Dark Knight Rises. Frumsýnd 25. júlí. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Halló. Óttar Bender hér. Ólympíuleikarnir eru handan við hornið og nú ætlar OB að fylgjast sérstaklega með strákunum okkar í handboltalandsliðinu og veita afslátt af eldsneyti í takt við sigrana. Til dæmis, ef við vinnum Argentínu í fyrsta leik með 8 marka mun, þá verður 8 króna afsláttur með OB-líklunum daginn eftir hjá OB og Ólís allt land. Sagtu OB-líkil núna og vertu tilbúin með hann fyrir Ólympíuleikana. OB og strákanir okkar, alla leið. Vantar ekki bara smá? Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. FM 957 með Birni Braga og Kristjáni Sturlu og hjá okkur er landsliðsmaðurinn í handknattleik Ásgeir Örn Hallgrímsson. Ég býði bara aftur velkomin að þú komst inn í miðja setningu hjá okkur áðan. Takk ekki hella. Hvað syngur í þér? Ég er bara bóstlega kátur. Já, ánægður með lífið. Já, þú ert alveg heilsu annað en helmingurinn af landsliðinu? Já, eða svona, tiltölulega. Maður er eitthvað laskaður alltaf, eins og allir svona alltaf bara. en ekkert alveg lett, sko. Allir handboltamenn þá? Allir handboltamenn, já. Er þetta svona erfitt sport? Já, þetta tekur vel á, sko. Já. Svona alltaf æfum við dálítið mikið, sko. Þannig að þetta er líjandi.
Það náttúrulega líka stórmót bara aðra hverja viku sem ekkert að hjálpa á henni. Nei, það hjálpar ekki neitt, sko. Það er rosalega mikið að mótum alltaf. Það er alltaf að vera að mót. Já, þetta líka svolítið svona, ef það eru vonbrigði, eða einhver vonbrigði, sko, eitthvað já, Íslandi dottið út, en það er alltaf lagið því að það er mót hérna aftur í næstu viku, þá er Evrópumótið. Það er svona smá tilfinningin, sko. En, hvernig er stemmingin í hópnum fyrir Ólympíuleikana? Bara virkilega fín. Allir bara eru spenntir og stemdir og þannig að svona Ólympíuleikar er alltaf dálítið öðruvísi heldur en hinn, sko. Því hinn eru svo oft. Að mann svona verður fljótari þreyttur á þeim, sko. Er enginn sem eitthvað, strákar, ég bara ekkert sem þetta gangi upp, sko. Nei. Neikvæður. Nei, þetta Ólympíuleikarnir eru alltaf mjög sérstakir. Þetta er eitthvað svona sem er svona dálítið búin að vera gulrót, held ég, hjá mjög mörgum í mjög langan tíma. Já, þú fórst út síðast. Ég fór með síðast, já. Og hvernig svona, er þetta ekki bara geggjuð upplifun að vera þarna innan bara þessa bestu íþróttamenn heims í þessu, já. Jú, þetta er bara, ég sem íþróttamaður bara er algjörlega toppurinn á því sem maður getur gert, sko. Já. Líka bara, eins og þú segir, sko, vera innan allt þetta fólk og alla þessa íþróttamenn og, bara rölda í Ólympíuþorpinu og skoða liðið og sjá allt þetta fólk í geðveiku formi og, konur sem eru 2 metra og gaurar sem eru 1,50 og 100 kíló og það er allar stærðir og gerðir, sko. Gaurar sem eru 1,50 og 100 kíló, í hverju eru þeir að keppa? Er það ekki eitthvað svona liftingatýpur eitthvað? En konur sem eru 2 metrar? Það er í blakinu. Er enginn svona í búri? Það er í blakinu og körfunni, sko. Þú vilt hafa eitthvað fólk í búrum og ringjum og svona gamla myndir. Eða fólk var ekki búið, er bara svona sirkus. Það verður ekki að það verður bara búa í Ólympíuþorpi. Það eru bara svona peppandi einhvern veginn, sko. En hvað, er hálfliðið meitt eða er þetta bara eitthvað ofmat sem maður er að lesa í blöðunum? Já, svona hálft í kóru, sko. Sumir er náttúrulega bara með væl, sumir er í alvörinu mittir. Þetta er svona upp og niður. Ólafur Stefánsson náttúrulega 63 ára. Já. Ég sá hann í ræktinu á hann. 30. stórmóti, var hann að lifta einhverja viti? Var hann að öskra? Hann takk einhverja mjög skrýtna æfingu. Já, var hann að taka einhverja hugleiðslu bara? Hann var að taka, það held svona í bönd, neða, það er ekki skrýtinu. Hann var bara aðeins öðruvísi, skilur. Svona íþróttamenn gera alltaf aðeins öðruvísi æfingar en við. Gerir hann ekki alltaf aðeins öðruvísi, Ásgeir? Jó, hann er dálítið mikið fyrir það. Tókstu líka eftir skónum hans? Já, hann var í svona táskó. Hann er með æði fyrir svona táskliskóm núna. Já. Ég tók eftir því. Nákvæmlega, menn er að tala um að það sé svo gott að hlaupa í því líka. Já, Það er þetta eitthvað gott. Ég er ekki alveg að kaupa þessa tásklumenningu, sko. Nei, nákvæmlega. Ég get ekki séð að þetta sé mjög þægilegt, sko. Einmitt. En það er mísamt. Já, mísamt. En hvað, hvar geymiru velunin þín? Heima með pappa. Er það? Já, bara í öryggiskápnum, upp á lofti hjá pappa. Er öryggiskápur? Já, upp á loft. Hvar upp á lofti er hann? Ok, og tekur hann stundum fram þegar koma einhverjir gamlir vinir bara, heyrðu, já, svo vel að minnst, ég er með... Svo er ég með smá velunapenning sem ég ætla að sýna þér. Nei, veistu, ég er bara ekki viss að ég hafi bara skoðað hann, bara síðan í 4 ár. Nei. Hann er líka. Nei, ég lík því, jú, ég hef sko. Það er. Kannski er hann ekki lengur hann. Kannski er pabbi búinn að bara kassinn, bara. Já. Herri, ég var nú að lesa, bara uppáðlega var þetta bara skýra gull sem að liðið fekk, gullvelunin, sko. En í dag er bara, þú veist, það er ekkert svo mikið af gulli eftir í gullinu, sko. Ná, það er ekki? Ekki Ólympíu gullinu? Nei, þú veist, það væri svona... Já, ég las einhvers þar að það væri ekki nema svona einhverjir, sko, $1000 virði, einhverjulegs, eða innan við það. Þú veist, á meðan gömlu velunu voru einhvers mjög mikils virði, sko. Eða þú veist, þetta er náttúrulega bara heiðurinn sem er þessi virði. Auðvitað er það bara. Ég var bara að tala um gulli núna í þessum. En Ásgeir, við þú komst með svolítið skemmtilega hugmynd fyrir okkur. Já. Þegar við töluðum við í gær. Og að hrekkja einhverja í liðinu. Og með því að, já, viltu kannski útskýra þess fyrir hlustendum hver pælingi var? Já, þetta gekk sem sagt út af það að við erum allir settir í lyfjapróf áður en við förum Ólympíuleikana. Já. Og það er þannig að ef menn falla á lyfjaprófinu þá er náttúrulega eðlilega tala við menn. Já, nákvæmlega. En ef menn falla ekki þá náttúrulega bara heyrir maður ekkert, sko. Já. Þannig að hrekkurinn gekk út á það að ringja í mennina og segja þér að fallið á prófinu. Já, akkurat. Við Kristján lámaði sér þessu og Kristján tók að sér að ringja og við ringdum í 2 og byrjuðum að ringja í Vigni Svávarsson
en hann var eiginlega bara við öllu viðbúinn, sko. Já, hann eiginlega bara keypti en bara sagði strax bara, já, góðan hringi hérna frá, já, þetta er... Já, þetta er samt að spila, sko, en hann líka náttúrulega er búinn að mista Ólympíuleikunum síðast. Já. Þannig að hann verður eiginlega bara, var viðbúinn því að einhver myndi hrekkja hann með einhver svona. Þannig að við skulum heyra þegar Kristján hringdi í Vignis Svavarsson og ætlaði að segja hann hefði fallið á lyfjaprófi. Vignir? Já, góðan sæll Vignir, er það Vignis Svavarsson? Svavarinn. Já, Björgvin Lárus heiti ég og ringi hérna frá rannsóknarþjónustunni Sýni. Já. Við vorum sem sagt að þeir sem vorum að fá sýni frá Svíþjóð úr lyfjaprófum hjá okkur. Já. Og þetta tekur smá ferli að fara í gegn hérna frá þeim í Stokkólmi og svo vorum við að fá þetta núna og þú komst hérna upp á lista hjá okkur. Já. Fannst hérna snefilmagn, kannski ekki mikið magn, en þetta nú samt nóg til þess að sko koma í veg fyrir að þetta mælist á mælingum hjá okkur hérna og það voru nokkur efni sem kom hérna upp. Þetta eru svolítið listi hérna hjá mér. Ég veit ekki hvort þú þekkir þessi efni, þetta er hérna adrafínil, amfetamínil, benflurex, klobensorex og krotetamid sem er þessi efni sem... Ég har bara bátt með að prófa þessu. Já, þetta er nú kannski erfitt að melta þetta svona, en ég er nú reyndar ekki í hérna, ég vildi nú að þetta væri grín, sko. Já. Þetta er nú bara því miður sannleikurinn. Hvenær fórstu í prófið? Hvað segir þau? Hvenær fóru þið í prófið? Þú ert með á blaðinu fyrir fram að þið? Nei, ég er ekki með listi yfir það hvenær þið fóruð, því að þetta er tekið upp, hver og einn er tekinn sérstaklega, sko. Hvernig eru við teknir sér það? Sko, þetta er rauninni bara tilkynningaskylda hjá mér sem ég er að fara yfir, sko. Ok, sorry, þú ert hérna... Djöfull ertu fucking góður í þessum maður. Við vorum að reyna að rekja þérna í FM 957. Já, þetta gekk rosa vel hjá okkur. Nei, þetta gekk mjög illa. Já, nei, ég meina... Þú varstu öllu viðbúinn. Þegar þú fórst í amfetamíni þá er það eiginlega klúðrað. Ég var að lesa einhvern lista þetta bara sem við bröntiðum út, sko. Herru, við ætlum að prófa að rekja einhvern annan þá. Herru, gangi ykkur vel með það. Takk fyrir það. Ok, bye. Þetta var Vignir, hann sá þessu strax. Sá þessu strax, sem skil. Það er rosalega erfitt að vera hérna að tala svona, ég er náttúrulega að lasa það líka eins og amfetamíndraslega. Já. Það var svolítið... Já, við vorum að reyna sko að undirbúa okkur með því að fara yfir svona alls konar fræðiheiti sko. En... Mér finnst þetta snefilmagn eða hvað. Það var ekki svolítið gott á. Það var mjög sterkt, fannst mér. Já, herru, við hringdum líka í Róbert og það gekk betur. En hérna, þeir eru náttúrulega vanir svona hrekkjum sko, þannig að það er hægara sem þetta gert að hrekkja handboltamenn. Herru, við skulum heyra þegar Kristján hringir í Róbert Gunnarsson. Já, Róbert. Já, Róbert Gunnarsson. Já. Sæll, Gylfi heiti ég. Ertu í næði til að tala? Nei. Ég hringi hérna frá rannsóknarþjónustu Sýni, þetta er nú svolítið mikilvægt, sko. Rannsóknarþjónustan Sýni hérna á Lynghálsi. Voru að koma hérna Sýni frá Svíþjóð úr lyfjaprófunum. Fannst smá snefilmagn af hérna ákveðnum efnum. Þetta er nú svolítið kannski mikilvægt. Hvað er það, djók eða? Ég vildi nú að svo væri, það er ekki kannski alveg svo skemmtilegt. En hérna það fann benflurex sem fannst það, ekki miklu magn, en þetta er nú nóg til þess að Ólympíunefndin myndi svona segja eitthvað við því, sko. Ertu búinn að vera að taka einhver fæðubótarefni eða eitthvað svolítið sem geti haft? Nei. Engin örvandi efni, einhver úr þessum verkjalyf eða eitthvað svolítið? Bara ónæmislyf. Já, ónæmislyf, histasín eða eitthvað svolítið? Já, Arius heitir það. Arius, já. Það er nú ekki reyndar í því, sko. Við erum með sko... Nasotec heitir líka. Já, það er náttúrulega aldrei hægt að vita almennilega, sko. En þetta er náttúrulega ekki miklu magni, en þetta er samt þannig að við þurfum eiginlega að fá það hérna niður til okkar, sko. Og Lynghals kemst eitthvað í dag frá í smá tjekk og bara doppeltjekka þetta til þess að fá það lokar reyndar eftir hálftíma. Já, ég er náttúrulega í Borgarnesi. Það getur nú kannski verið erfitt, sko. Við erum ekki búin að láta Guðmundi neitt vita, sko. Þetta hlýtur að vera djók, sko. Ég hef búin að tala við hann er búin að tala við Örvars í lyfjanefndinni. Hann sagði að það vera allt í lagi með allt saman. Ég veit nú ekki alveg hvað ég get sagt, sko. Það kom frá Svíþjóð þetta og bara beint til okkar, sko. Þannig að mér finnst nú skrítið að hann hafi verið með upplýsingar um það strax, sko. Já. En hvenær farið þið út? Fyrramáli? Já, þið farið út í fyrramáli, já. Já, þetta er auðvitað rosalega leiðilegt. Ég veit nú ekki alveg hvað ég get náttúrulega bara búið þér að koma hérna. Já, þú næri náttúrulega ekki að keyra úr Borgarnesi á hálftíma.
Nei, hvað er það? Svo þarf að kalla út, sko, þú þarf að sækja form hérna hjá okkur og svo þarf að fara með það, sko, upp á Landspítala. Það maður á vakt þar sem getur tekið á móti. Hvað segir það fundist hjá mér? Þetta var Benflurex. Benflurex? Benflurex, þetta er svona bannlisti á Vata. Hvað er Benflurex? Það er efni sem myndast þetta er bara eitt af þessum efnum sem myndast átt í örvandi efnum. Getur notað í stera reyndarstundum og í þessi fæðubótarefni oft þessi ólöglegu, sko. Snerpu og svona oft liðleika líka. Ég reyndar hef ekki séð einhverjar rannsóknir sem hafa bent til þess, sko, en... Já, ok, ég er nú bara svona að náttum að þessu. Einu sem ég tek bara mikið af vítamínum og... Já, hvað vítamín ertu að taka? Bara multivítamín og... Það taka bara frá... Vítamín C og bara svona náttúruleg, sko. Er það einhver svona, já, bara frá hvað framleiðendum er þetta? Frá Ná og frá, hérna... Já, Ná, já, einmitt. Það við verðum að fá, sko, tilkynningar frá einmitt þeim sem eru með umboðsala fyrir það, sko. Það er í skoðun bara, ég get nú reyndar ekki sagt neitt til það ennþá, það er trúnaðarmál, sko. En þetta er auðvitað bara, það er spurning hvað vilt þú gera? Síðan hvernig er þetta lyfjapróf? Þetta er bara síðan, lyfjapróf sem við fáum frá Svíþjóð, sko. Ég er nú ekki með tölur hvenær þetta er. Okkar hlutur ekki bara að vinna úr þessum gögnum sem við erum með, sko. Hvað er ekki minnum dagsunning og hvernig prófið var? En nei, þetta er nú reynda bara símarekkur hérna FM 95 blöð, sko, þannig að þú... Sæll Róbert, þetta er símarekkur hérna. Já, mér datt það í hug. Þú varst samt alvarlegur. Já, ég minna, þetta var ekki númeralend, sko, þannig að það gæti þetta alveg verið, það er gott tricks. Þú varst ekkert að kaupa þetta? Nei, þetta var nú frekar ótrúlegt, sko. Ég tók hann nokkra spurningar sem ég gáti ekki svara, það var rólegri, sko. Já, ok. Hvaða spurningar voru það samt? Hvað stóði mér vesti að... Nei, svo núna með dagsetninguna og komst á fjöllum með... Ég var búinn að tala við Örvar og... En annars var þetta hugmynd frá honum Ásgeir Erni, sko, að hringið einhvern... Skal tala við hann? Þið voru í þetta lyfjapróf. Já. Að hann vildi rekja einhvern fyrir ferðina, sko. Herru, takk fyrir þetta og bara gangið vel úti. Já, gangið vel úti. Takk. Já, Ásgeir, hvað segirðu þessu? Þetta var betur en hitt, þetta var. Ég vil að meina að hann hafði keypt þetta í smá tíma. Já, auðvitað keypt hann, það var svona mjög alvarlegur undir það síðasta, sko. Þetta var líka svo erfast, sko, þegar hann spurja mig eitthvað út í þetta efni. Ég veist náttúrulega ekkert hvað Benflurex er, sko, ég sagði bara eitthvað. Þannig að ég er svona einhvern veginn... En þeir náðu okkur alltaf svolítið á svona tímasetningum eitthvað, Já, ég sann, sko, þetta er nefnilega, sko, fyrir fólk sem er grunar að þessi verið að hrekja. Það er annars verið, þetta fara að spurja ógeðslega mikið út í staðreyndir og líka að vilja hringja eftir seinna og eitthvað svona, sko. En ég meina þeir náttúrulega, þessi menn hafa verið hrektir áður, sko. Þetta er ekkert, það er ekki viðskipti, sko. Nei. En heldur að Róbert muni berja okkur eftir þetta? Mjög líklega. Já. Við fögnum því ekki. Já, fáum hérna örstutt skilaboð áður en við höldum áfram með þér, Ásgeir. Plata vikunar á FM 957 er Starcrossed, önnur breiðskífa Þórunnar Antoníu. Starcrossed er frábær plata sem þú verður að eignast og inniheldur meðal annars smellinn Too Late. Alla vikunar kynnum við plötuna fyrir hlustutum okkar, spyrjum lög af plötunni og gefum eintök. Fylgstu vel með á FM alla vikuna og nættu þér í eintak af Starcrossed með Þórunni Antoníu. Skráðu 2 vikna tímabil á orkan.is. Taktu orkulykilinn með þér í sumarfríið og vertu á ofurdagsafslætti í 2 vikur. Gleðilegt orkumikið sumar. Orkan. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Ertu á leiðin á þjóðatíð? Við útvegum tjaldið. Tjöldum því og tökum það niður fyrir þig. Rentatent.is 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Þekkir þú fuglinn? Þetta er lóan. Hún er mesta stjarnan í flokki farfuglana. Lestu meira farfuglana í vegabréfi N1 og safnaðu stimplum sem færa þér gjafir og möguleika á glæsilegum vinningum. Sjáumst í sumar. N1. Meira í leiðinni. Eruð þið tilbúin? Eruð þið í alvöru tilbúin? Fyrsti vinningur gæti orðið 1 milljarður króna! Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. FM 95 blöð. Á FM 95.
Til að hlusta á FM 95 það styttist í lokin hjá okkur en Ásgeir Örn, þú ert að flytja frá Þýskalandi til Frakklands núna, bara beint eftir Ólympíuleikana? Já, bara 2-3 dögum eftir. Já, fara frá Hannover til Paris og hvernig leggst það í þig? Bara mjög vel, virkilega spenntur. Kanntu eitthvað í frönsku? Ekki neitt. Og er ekki erfitt að vera í Frakklandi ef maður kann ekkert í frönsku? Þeir eru ekkert mikið verið að tala ensku? Nei, svo segja þeir sko. En ég bara, verður maður ekki bara að læra þetta og hérna... Ég geti nú kent inn okkur. Og hérna, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Kanntu það? Því hvað þetta gerir í lífinu? Það er ótrúlegt, í hverjum einu slætti sem ég er búinn að vera þá er einhvern veginn franskan búinn að koma. Eða þá að þú sér bara alltaf eitthvað moment til þess að fróða þess að. En já, þú flyttir þarna með konu og barni. Já. Nýbúningarsbarn til hamingju. Nýbúningarsbarn, já, 8 vikna drengur. Já, sem að þú varst að skýra. Sem ég var að skýra tuma á sundaginn. Til hamingju það, glæsleitna. Takk ykkur það. Lífið leikur við þig og nú ferðu bara og tryggir okkur gull, er það ekki? Jú, ég hef ekki bara vonað það. Þú þarft að bera þetta á herðum mér þegar það er allir einir meiddir. Það verður bara, þú verður eins og Forrest Gump í stríðinu þegar það voru búið að skjóta alla félagans niður, sko. Þá þurft hann bara að halda á þeim aftur á ströndina. En hvað gerir í kvöld, síðasta kvöldið áður en að ferða á Ólympíuleikana? Það verður bara eitthvað mjög rólegt bara með fjölskyldunni. Já, borða góðan mat. Gæti ég að fengja okkur ís eða... Já, má það? Eitthvað. Já, það ekki, svona síðasta kvöldi. Þið megir náttúrulega borða svolítið mat líka, sko. Já, við erum náttúrulega æfum það mikið, sko. Það er eittur að vera læg. Það er kosturum við að vera íþróttamaður. Man má borða mikið. Það er ekkert eitthvað, ekki fyrir mig, ég er í íþróttum, eitthvað. Nei, ég er í íþróttum? Nei, þá þarf það að borða. Það þarf það að borða. Herra Ásgeir, það var unaðslegt að fá þig hérna til okkar. Já, bara takk fyrir að hafa mig. Já, og við óskum þér og ykkur öllum góðs gengis á Ólympíuleikunum. Kristján, það er bara komið á enda hjá okkur í dag. Það er rétt, á enda stöð. Já, en við verðum aftur inn á morgun milli 4 og 6. Já. Þannig að fólk þarf ekki að örvænta. Ásgeir, ég leyfi þér að velja lokalag þáttarins. Já. Þú baðst þetta hérna lag. Þetta er hérna, ég og Arnór Herbergsfélagi minn, við ætlum að hlusta á þetta núna fyrir hvern leik. Já. Þetta er á playlistanum. Já, hefur ekki frekar viljað samt að lagi heiti Hafnarfjörður en Reykjavík? Jú, eiginlega sko. Já, þetta er Sigur, við sjáumst á morgun. Takk í dag. FM 95 blöð á FM 95. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-1234. Það er ekki bara smá. Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. FM 95 blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.